Það er nauðsynlegt að hafa allavega 1 dagatal á hverju heimili til að vita hvað tímanum líður og það er líka nauðsynlegt að hafa starfandi gott slökkvilið sem er vel tækjum búið. Þetta tvennt fer einmitt saman í Grundarfirði. Við tókum 3 sjóðandi heita slökkviliðsmenn tali og heyrðum af fjármögnum tankbíls sem nýlega bættist í flotann. Þetta kom nú til bara þannig, við vorum fjármagn að kaupa á björgunarklippum og nei, það var ekkert svo flókið að fá menn til að sitja fyrir á myndum sko. Aðalega þeir 2 kannski sem harðnautaði að vera með fyrst. Fyrst, en letur svo hafa það? Já, það, þeir á nú setið fyrir á dagatalinu en full klæddir samt. Hvað kemur til? Bara hendar okkur betur að vera í fötum heldur en hitt sko. Strippa ekkert fyrir hvern sem er? Nei. Og hvenær fóruð þið að stað með það? Minnir þetta hafi verið 2010. Þá kemur þessi hugmynd að safna aukalega fyrir ykkur búnaði? Já. Þetta var náttúrulega að kreppa og var ekki til peningur í eitt og við fórum út í þetta. Og það hefur gengið ágætlega, væntanlega salan, því að þið hefur keypt heilmikið dót, það ekki fyrir ágóðan af sölunni? Jú, það hefur verið fjárfest í svona ýmsa búnaði. Við keyptum hérna björgunarklippur, svo keyptum við einhvern tíðan dælu fyrir björgunarsveitina. Einkennisfatna, já. Og svo nú þessi bíll. Og hverjir eru það svona helst sem eru að kaupa dagatali? Það vilja allir styrkja okkur. Það er líka flotta myndir, sko. Já, núna síðast sem ég keypti, það var tankbíll. Hvað er tankbíll ef við byrjum þar? Bara til að hafa vatn með okkur í sveitina allir, það er sem erfitt að ná í vatn. Þetta er bara auka tankur af vatni? Já, má segja það. Auka forði. Já. Svona til að skýra þetta á einfaldastan hátt eins og fyrir þig, sveitastelpuna. Þú ert náttúrulega búin að sjá bruna hana á Akranesi, en það er engin heima á Fossi. Þá kemur tankbíllinn inn í myndina. Og hvað ræður svona tankbíll við mikið? Þessi bíll er með 12.000 lítra af vatni. Já. Sem er svona meðal íbúðarhús að brenna? Já, svona, það fyrir nú eftir í hversu illa það er farið, sko. En þetta er þá svona 12.000 lítra, þetta er cirka magn á 3 dælubílum. Þetta getur skilið á milli, eða ekki, með svona að hafa tankbíl með. Þetta getur ofta munað miklu í hversu fljótir þið eru að ráða niðurlögum elds. Þetta er náttúrulega sérstaklega bara eins og var ekki núna í vetur sem var rosa mikið frosið og erfitt að fá vatn hérna í sveitunum, sko. Þá er þetta alveg skipt sköpum með eitthvað hefði gerst. Hvernig er að reka og setja saman slökkvilið á litlum stöðum? Er alltaf, eitt er að vera með búnað, annað er að vera með mannafla, semst mannskap í þetta og kunnáttu á tækin og tól. Er þetta ekkert mál? Jú, þetta er þetta mál. Þetta er náttúrulega bara því að menn sækja námskeið og stunda æfingar og afla sér þessara þekkinga sem náttúrulega skapast mest af reynslu og því slíku, sko. Að manna svona á svona stað, það er eiginlega grínlaust, sko. Þetta er náttúrulega innan við 1000 manna samfélag og við þurfum að vera hérna með 18 menn og konur náttúrulega, þær eru velkomnar líka. Tiltækt til að fara út á nótt sem degi. Þannig að þeir sem gefa sig í þetta, það eru þeir sem vilja fara inn í hús þegar þær eru að hlaupa út. Já. Þannig að það er ekkert skrítið að það er ekkert mál að fá það til að fara úr og ofan fyrir myndatöku. Það er bara tiltölulega lítið mál með við hitt sem að menn eru í raun og veru að gefa sig í. Tækjabúnaðurinn er samsettur úr hverju? Alls konar, það er 3 bíla hérna, lausa dælu. Svo bara fullt af slöngum og klippur, bílaklippur. Er hægt að segja hversu mörg útköll eru á viku, mánuði eða ári eða hvernig er það? Kannski best að hafa það ársbasi svona undanfarin ára ef við varum að fara út að meðaltali 7 sinnum á ári í svona ýmiss konar útköll. Já, misstór og mikið. Met hérna, 2 og 3 útköll í röð, 3 dagar í röð. Já, reyndar, já. Hvað eru það að selja mikið af þessum dagatölum? Við erum að prenta svona 180-200 stykki og það selst nú yfirleitt alltaf upp, sko. Og það er á stór Grundarfjarðarsvæðinu því að ekkert verið að fara? Nei, við höfum ekkert verið að fara út fyrir landsteinana, sko. Þetta er bara hérna svona innan bæjar. Ég veit að slökkvilið er ekkert grín, en er þetta öflugur og góður félagsskapur að vera í slökkvilið? Þú veist, nú eru þið að setja hellingstíma í þetta. Já, þetta er mjög góður félagsskapur og verður að vera það. Þú verður að geta bara að hugsa þannig að ég er að fara hér inn með Tom og ég verð að treysta honum fyrir lífinu. Þannig að félagsskapurinn verður að vera
mjög góður og mjög náinn og mikið traust.